Það komið að 12. lið á dagskrá, Reykjavíkurflugvöllur, til máls tekur, leiðir ekki 7. lið, ég bara, 7. lið á dagskrá, Reykjavíkurflugvöllur, til máls tekur bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson. Já, forseti bæjarstjórnar og ágætu bæjarfulltrúar. Okkur best til eyrna núna þessum dögum að loka í annari af 2 eftirstandandi flugbrautum Reykjavíkurflugvallar. Og þetta auðvitað veruleg skerðing með öðrum orðum á bæði flugöryggi okkar og eins nýtingarmöguleikum flugvallarins. Á sama tíma heyrum við að vel gæti þurft að loka hinni brautinni í lengri eða skemmri tíma meðan unnið að uppbyggingu nýrrar brúar yfir Fossveginum. Og það svona velti nú kannski hér upp af hverju það svo að við þurfum trekk í trekk að minna á þá staðreynd að flugsamgöngur til og frá höfuðborginni eru hryggjarstykkið í byggðaþróun og í byggðastefnu landsins. Þessi flugvöllur gátt til allra landshluta og hann samsvarar líka aðgengi íbúa að atvinnu, viðskiptum og þjónustu. Hann skiptir því máli þegar kemur að atvinnusköpum all land. Hann skiptir máli þegar við hugsum efnahagslega fjölbreytni og fjárfestingar. Hann skiptir máli fyrir vöxt ferðaþjónustunnar ef við ætlum okkur á annað borð að efla hana sem atvinnugrein all land og ef við ætlum okkur á annað borð að stýra straumi gesta til fleiri ferðamannastaða en þeirra sem í næsta nágrenni við Reykjavík. Og síðast ekki síst, þá flugvöllurinn okkur nauðsynlegur þegar við hugsum neyðarþjónustu, sérstaklega fyrir einangraðri svæði. Tilgangurinn með þessari umræðu hér sem við vildum eiga ekki að sigta út einhvern sökudólg eða snupra fólk, en við viljum hins vegar að allir hlutaðeigandi aðilar séu sannarlega reiðubúnir að höggva á þann hnút sem hefur myndast og það helst án allra tafa. Við viljum að þeir aðilar sem hafa axlað þá miklu ábyrgð að fara með forráð yfir flugvellinum okkar og hafa umsjón með flugöryggi okkar sýni það skýrt að þeir átti sig á mikilvægi og alvarleika stöðunar. Við verðum að sjá það á viðbrögðum þeirra sem sitja við borðið að allir átti sig á hversu brýnt það að leysa málin hratt og vel og þess vegna leggjum við fram eftirfarandi bókun. Bæjarstjórn Akureyrarbæjar skorar á bæði Reykjavíkurborg og Samgöngustofu sem á ráðuneyti samgangna að tryggja öryggi og rekstur Reykjavíkurflugvallar. Svo óvissa sem uppi vegna fyrirhugaðrar lokunar á annari 2 flugbrauta ólíðandi. Því ættu málsaðilar ekki að bíða boðana, heldur leiða öll ágreiningsefni skjótt til lykta, svo sem eðli málsins og alvarleiki bíður. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson, loki máli sínu orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Forseti, það bæjarfulltrúar. Ég ætla að fá að taka undir öll orð bæjarfulltrúa Gunnar Más. Í hans máli þetta verður baráttu máli í gríðarlega mörg ár. Og virðist í vera núna svolítið versnandi á síðustu dögum með þessum nýjustu fréttum. Mikilvægi sjúkraflugs ég hef nú bara persónulega reynslu af því í fjölskyldunni að þetta sé alveg gríðarlega mikilvægt. Að þetta sé svona gangi svona hægt alveg bara ólíðandi. Hér hafa bæði þingmenn og bæjarfulltrúar barist fyrir þessum Reykjavíkurflugvelli, við náttúrulega löbbum þar inn og hann eins og hann hefur verið síðastliðin 50 ár sem þýðir bara eitt að það greinilega ekki búið að taka ákvörðun um framtíð hans. Annars var löngu búið að taka hann í gegn og alltaf hefur maður jafnmiklar áhyggjur að labba hann í gegn. Það bara sömu sæti voru 1985. Þannig að nú bara gaman að fá mjög staðfesta fréttir. Hvað framtíðarplanið? Og ég ánægður með setninguna án tafa sem Gunnar talaði á hann og ég tek undir hvert einasta orð sem hann sagði. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason, loki máli sínu orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ásrún Ýr Gestsdóttir. Forseti, það bæjarfulltrúar. Ég tek einnig undir allt sem að
bæjarfulltrúi Gunnar Már kom inn á hérna áðan og ítrekka eins og Heimir kom svo líka inn á að hérna með sjúkraflug, að það kom nú bara yfirlýsing frá miðstöð sjúkraflugs Íslands vegna lokunar í dag, þar sem farið yfir nauðsyn þess að flugvöllurinn Reykjavík haldi þarna opnum brautum. Það ekki bara, við höfum það nokkuð gott hér á Akureyri með við marga, sambandi við bæði samgöngurnar og sjúkraflugið, en það þarf ekki að fara mjög langt út fyrir okkar bæjarmörk til þess að hver mínúta skipti enn meira máli. Þegar að íbúar Akureyrarbæjar eins og út í Hrísey þar sem ekki sjúkraflugvöllur, byrjaði að fara í sjúkrabíl, svo í ferju, svo í annan sjúkrabíl, áður þeir ná flugi, söður. Þannig að hver einasta mínúta skiptir gríðarlega miklu máli. Og það vanvirðing við íbúa landsbyggðarna allra að hafa okkur ekki með í ráðum og að algjörlega hundsa það að reyna að finna einhverja aðra lausnir sem ekki jafn tímafrekar. Að ætla að keyra frá Keflavík til Reykjavíkur með manni hjartaþræðingu sem þarf á hann að halda strax, þetta bara ekki boðlegt. Þannig að ég bara fagna að við höfum tekið þessa umræðu upp og bókunin góð og ég vona svo innilega að stjórnvöld og Reykjavíkurborg hlusti núna á landsbyggðarfólk. Bæjarfulltrúi Ásvannir Gestsdóttir lokimáli sínu orðið laust. Ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórnum og gefa mér orðið. Til málstekur bæjarfulltrúi Hallbjörg Reynisdóttir. Forseti ágæti bæjarfulltrúar, ég ætla að þakka bæjarfulltrúa Gunnari Má Gunnarsinni fyrir að setja máli á dagskrá. Þetta náttúrulega frá því að ég byrjaði hérna í bæjarstjórn þá höfum við reglulega komið hérna upp og ályktað völlinn og mikilvægi hans og ekki hvað síst vegna sjúkraflugs og þeirri þjónustu sem við þurfum að sækja á höfuðborgarsvæðið. Þetta svona pínu finnst manni orðið þreytandi að einhverju marki. Það liggur fyrir samkomulag að völlurinn verði þarna í óbreyttri mynd. Það til að annar betri kostur finnst og verður maður ekki bara að treysta því og að þessi aðilar takist á við þau mál sem kom upp líkt og að tré vaxi og svo framvegis. Ég verð bara einhvern veginn að gera þá kröfu. Við komum okkur upp því kerfi og nú man ég bara þegar ég var yngri og bjó vestur á Ísafirði að þá var sjúkraflugvél staðsett þar og það var sjúkraflugvél staðsett á Egilsstöðum og það var sjúkraflugvél staðsett í Vestmannaeyjum sem þýddi auðvitað viðbragðstími og það þurfti ekki að vera hægt að lenda þar til þess að geta fara á stað með sjúklinga. Þannig að einhverju leyti var búið við betri aðstöðu þá heldur en við gerum í dag. Við komum okkur upp því kerfi sem að við vissulega fagnum hérna á Akureyri að sjúkraflugi fara allt í gegnum Akureyrarvöll og fari hérna á stað til annarra staða og lendi síðan í Reykjavík og það með sjúkrabíl upp á spítala, okkar landspítala sem á að sinna allri svona erfiðasta tilfellunum sem við getum ekki sinnt annar staðar. Þannig að krafan hlýtur auðvitað að vera svo að meðan það ekki hægt að leysa málin með betri hætti þá verði þessi lágmarks aðstæða henni verði viðhaldið og tryggð. Þannig að ég tek heilsum undir bókunina sjálfsögðu og svo væri bara ánægilegt ef við bara þyrftum ekki að vera hérna að ræða þetta í bæjarstjórn Akureyrar. Þetta auðvitað bara eitthvað sem á að vera ríkisstjórnarmál fyrst og fremst og eiga við Reykjavíkurborg og þeirra samtal þar á milli. Takk fyrir það, orðið laust. Sem fleiri hafi ekki hvað því hljóð þeir sem geta samþykkt bókunina, gefum merki. Það allir.